Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú það hönnun og handverksmessa og þær eru komnar til mín, Þórdís Jónsdóttir og Linda Óladóttir. Velkomnar. Takk fyrir. Það var engin handverkshátíð í ár, en þið létuð það nú ekki stoppa ykkur og skelltuð í litla svona hönnunar og handverksmessu. Já. Var það ekki bara svona að því að þið urðuð að hittast og gera eitthvað eða? Jú, það var svona, við hefur svona skapast svona smá, hvað maður segir, svona vinkvenna hópur í kringum bara alla þessa hönnun og handverk. Og við erum öll að vinna svona í svona sprotafyrirtækjum og þetta það bara svo mikil stuðningur af hverjum öðrum. Já, að hittast og bara ekki allir að segja finna upp hjólið og við hittum svona eftir að samkomubanninu lauk og bara settumst niður og bara, þú veist, getum við ekki bara gert eitthvað, bara eitthvað lítið og haft bara rosalega mikið bíl á milli bása og þú veist, talið inn ef það þarf og þannig hefur þetta alveg þróast. Við erum bara 10. Við dreifðum þess á 4 daga. Þannig að Byrjið sem sagt í dag, nú 50 dagar þegar þátturinn tekin upp. Já, og við byrjum í dag og þetta stendur fram á sunnudag. Þannig við ákveðum að hafa þetta í 4 daga frekar en að hafa þetta bara í 2 daga til dæmis til að dreifa frekar aðeins fólki. Og svo erum við bara 10, þó að salurinn gæti alveg tekið fleiri. Og þetta Rauði kross salurinn hérna upp í Lundum. Upp í Viðjölundi, já. Og þar ætlið þið að vera með ykkar vörur og þið eru með smá sýnishorn hérna. Ótrúlega flott. Þið erum búin að sitja við í sauma. Já, það. Ert þú búin að vera að sauma þessa púða til dæmis? Já, ég er að handsauma þess púða og litlar myndir Ótrúlega flottar þessar hérna. Og ýmislegt. Já, og stærri myndir líka. Fjallkonan? Já, fjallkonan. Og þessi saumur, heitir hann eitthvað? Þetta eru mislöng spor mest og svo eru frænútar í þessu, kontorstingur í saumu og ég sé stundum sko, ég saumur sér sporin, ég fer oft út af sporin og það kannski gerir það svona svolítið að mínu, þú veist að því ég er ekki alveg að festa mig hefðina sko, að því ég vil svona reyna svona þess að halda mínu handverki. Og svo gerir þetta í fleiri starfum og... Já, og hef gert það í púða líka. Já, svo fór ég að prenta kort líka. Ég gerði það fyrir mörgum árum, það kannski sýnir vináttuna, þú veist, einmitt að ég hafði gert það fyrir mörgum árum, svo bara seldistu upp og ég var ekkert búin að ákveða að gera, jú, ég ætla alltaf að gera en gerði það ekki. Svo eru þær allar að gera kort en það samt þessar góðvinkonu. Þórdís, akkur drífur þetta ekki að gera kortin aftur? Og það sýnir finnst mér sko hvað við erum, það er enginn að svona eitthvað lummast, það er allir að reyna ekki peppa bara aðra upp. Enginn að halda hinnum niðri heldur bara peppa og hvetja. Konur eru konum besta, við séum það. Það er þannig sko, í þessum hópi allavega. Allir að hjálpa stað og reyna að gera. Og þið hafið hist á fleirin einu og fleirin tveimur svona mörkuðum og messum og handverkshátíðum, það ekki? Gegnum tíðina. Já, það er hérna. Einu sinni varst þú að skrifa hrísgrjón manni. Jú. Endur fyrir löngu. Akkur er þetta hægt því? Sjónin er ekki eins góð. Það var alltaf ótrúlegt hvernig þú komst fyrir á hrísgrjón. Manstu hvað þú gast skrifað á hrísgrjón? Já, ég skrifaði sko, já, flesti voru að láta skrifa nöfn en ég var nú búin að skrifa nokkur grjón sem voru með 100 stöfum. Og það var til síni sko, til dæmis litla biblían sem var til síni, sem 100 stafir sko. Og já, en dóttir mín hefur mikinn áhuga að taka við þessu. En nú er hún að fara í nám til Belgíu í 3 ár, en hún verður einmitt að marka. Með hvað? Hrísgrjón? Nei, hún er að teikna. Hún er að fara í game graphic design, svona maður kann þetta ekki eins og þetta er svo flókið sko. Já, þetta er svona grafísk hönnun í tengslu við leikjagerð. Tölvuleikjagerð. Já. Ég er svo gammaldags í þessu. Hún er að gera mjög fallegt. Já, hún er sérst að gera teikningar sem að hún er að láta prenta og svona sem að getur sett í ramma. Listaverk. Já. Þannig eru þið 3 þá komnar og svo eru 7 viðbót með alls konar. Já, svo sko erum við þarna þessar 4 kannski sem að byrjuðu með þetta, það var við. Já, og Kristín, hérna í Sigluvík, Kikka. Með blúndur og blóm. Sem hefur verið með rosa flotta markaði heima hjá sér. Já, og við kannski eiginlega kynntum svolítið mest eða gegnum það. Þá kjarni hafi, það sé kannski sterkasti kjarni sem er tengslum við það. Og síðan Hulda í Hjartalagi, hún er með sína vörur. Og Væva. Síðan er Væva í Stúdíó Vass. Já. Hún er grafískur hönnur, er það ekki? Jú, hún er grafískur hönnur. Sigrún Jagdófa.
Sigrún Agndofa, hún líka grafískur hönnur. Og svo mágkona mín, Jóhanna Björk, og vinkona hennar sem heitir Perla, þær stofnuðu lítið svona sprotafyrirtæki, að gera kerti úr sojavaxi. Já. Það heitir Scent of Iceland, svona innkerti. Og þær bara kokka þetta í eldhúsinu heima og allt hannað hérna heima, miðar og prentað og allt svona, þannig að það genir ímissa grasa. Svo eru urtasmiðan. Ég ætla að segja, við erum að gleyma einhverjum. Já, við erum ekki gleyma þeim. Urtasmiðan, já, þær voru að skipta eigendur. Já. Og Bylgja og hún, Sigríður, þær tóku við því. Og hvað urtasmiðan að gera? Krem? Já, og oljur. Og svona íslenskum einhverjum jurtum. Já, allt úr svona, já. Svo Márúnir, við mögum ekki henni, hún kemur að austan. Hún líka ný að gera lita garn. Já, það nokkuð, hún systir hennar Huldu Hjartalag, sko, við erum allar mjög tengingar. Já, og hún var með sápunar, hvað heitir, ég bara allt í næstu Sælusápur. Já, ég er með það bara heima, sko, það eru geggjaðir COVID vegna þess að, náttúrulega ég auglýsa það, sko, þó hún sé ekki þar, því að það eru svo, mjúkar á hendurnar, allir þessum þurrir, og ég allt í henni bara, þær voru svona eins og krem í leiðinu bara, já, þær eru svo, já, mér finnst það algjör snilt, sko. Það var líka ástæðan fyrir að við vildum bara vera svona vinkonur og bjóða kannski einni með annari vinkonu, af því að ef við þyrftum að bregðast við, breyttum aðstæðum, COVID-aðstæðum, þá vildum við mitt ekkert vera með allt og stórun og ókunnan hóp, það fyrir að vera erfiðara svona. Svo kemur í ljós í dag hvað verður, kannski erum við að fara í 2 metra regluna og 20 manns í rými og þá bara teljum við inn. Já, lesum þetta. Og við finnum, svo ætlum við bara að vera duglegar að sýna þetta á Facebook síðan okkar, það Hönnunar og handverksmessa ívent á Facebook. Já, það á Facebook og við munum alveg örugglega að setja inn upplýsingar þar eftir því bara hvernig málinn þróast í þjóðfélaginu. Og ég meina við vorum nú bara síðast að ræða það, ég held ég sé ekkert að ljóstra neinu leyndamáli, en mögulega munum við bara, ef við þurfum að hafa bara 10 salnum í einu, þá kannski bara lengjum við opnatíman til þess að, þú veist, gefa fólki lengri tíma, sko, svo þetta verði nú ekki bara biðröð hérna nýri Kaupang. Við erum alltaf alveg rólegir, við gerum bara það sem að okkur sagt. Já, við hlýðum bara við því, og það er spritt út allt og það verður allt eftir. Grímur við einganginn? Já, það má alveg, Við getum kannski sauma nokkur. Já, hefur enginn stokkið á þann vagn að bara hann einhverja geggjaða grímur? Jú, ég hef séð það, já. En ekki ykkar? Ekki okkur, nei. Þetta næsta verkefni. Man vill ekkit endilega vera með einhverja hvaða einnota grímur sem Nei. Af því að svo var ég gaman líka bara að henda í þvottavél, nota hann aftur og aftur. Þær eru flottar, ég hef séð það. Já. Þetta væntanlega, vonandi ekki samt. Vonandi þetta ekki framtíðarbransi. Nei. Við vonum að við komast út úr þessu sem svona allra fyrst. Já. Þetta er spes, rétt fyrir Verslunarmannahelgi og einhvern veginn. Allt í óvissu. Já. En við erum eftir að tala Linda, þínar vörur. Kúlurnar hérna. Já, þetta var nú svona salt í grautin. Ég er náttúrulega myndlistarmaður í grunninn og er að mála málaverk sem ég kom nú ekkert með hingað. En svo ákvað ég, að því ég hef nú haft alltaf dálæti til jólakúlum frá því ég var bara sjálf unglingur og fór að safna jólakúlum svona handgerðum. Já. Og svo fór ég að gera kúlur svona 2000 eða eitthvað svoleiðis og gefa og svo þróast þetta út í það. Ég ákvað bara að gera alvöru úr þessu. Já. Og fór bara ákvað að fara bara samkeppni við Georg Jensen. og nú kemur bara eitt munstur út af hverju ári. Í takmörkuðu upplagi? Já, því ég handmála kúlurnar allar sjálf. Já, okay. Og ég er byrjuð, þannig að já. Hvað er að gera margar á ári svona fyrir hver jól? Sko það eykst alltaf því ég er alltaf að byrja fyrir. Af því að það seljast upp, eða hvað? Já, það seljast alltaf upp, sko. Þannig ég nægilega ekkert aldrei að annað. En ég mála alveg fram að jólum, sko, þannig að það bætast stöðugt svo sem í. Og alltaf nýtt munstur? Nýtt munstur og engar 2 kúlur í sömu litasamsetningu í hverju munstri. Þannig að ég mynda hverja kúlu til þess að halda utan hvað ég er búin að setja saman. Þannig að þetta er svona, munstrið er svolítið svona sprottið úr eins og íslenskum hannyrðum og prjónaskap og svona eins og prjónamunstur og svoleiðis. Og þetta er svona pína eins og lopapeysumunstur sem væri svo aldrei prjóna 2 í sömu litum. Og þannig er bara hver kúla algjörlega einstök í lit. Og þær koma náttúrulega manna ekki, með 26 grunnliti. Ég læt gera kúlurnar fyrir mig í Þýskalandi og svo bara handmála ég á þær
hér sjáum við 2016, 17, nei það ekki? Jú, 16, 17, 18 og svo hérna 19 og svo þetta núna 20 og hérna nýja munstrið hérna sem þetta hafast við að mála núna. Þær málar allar svona, cirka. Þó þessi engin alveg eins. Nei, sko það allar sem með þessu munstri sem sagt. En engin eins og litin. Ég skilði. Þannig að þú veist það til blá og rauð og græn og gul og eitthvað og það til sko 150, verða til 150 rauðar sko. En ég raða munstrinu, þú veist þannig að þetta kannski hvítt í einni og þú veist. Þú veist ekki að gera þetta auðveldara, eða svona. Ég hef aldrei verið svolítið þekkt fyrir það. Og svo ertu með kerti líka bækur. Já, svo bara hefur þetta pínulítið þróast og bara búið að taka yfir svolítið vinnustofunum mína sem átti bara að vera svona málarastúdíó sko. Og þannig að Salt í grautið bara núna orðið að bara svona helst eftir í vörulínu þar sem ég með þessi kerti líka sem ég geri. Og þau eru fara náttúrulega mikið fyrir jólin og þá í munstrinu sérstaklega og svo gerir ég þetta líka fyrir svona viðburði eins og fermingar og brúðkaup og skírnir og jafnvel skrifa á það sko merkiða og það eins með sko þessar bækur. Þar gerir ég bæði hvítar og svartar og hérna. Notaði sem gestabækur kannski? Já, notaði bæði sem gestabækur og myndaalbúm eða hvort tveggja og líka tekið of mikið í svona viðburði. Það verður gaman að kíkja til ykkar í Rauða Kross salinn í Viðílundi helgina, opnið strax í dag, 50 dag og opnið fram á sunnudag. Hver opnaðu tíminn eftir? 11 til 5 stefnan á föstudag, laugardag og sunnudag. Svo mögulega lengi það? Já, við bara verðum bara og breytum bara eftir og setjum það bara upplýsingar inn á síðuna. Handverks og hönnunar og handverksmessa, finnið það á Facebook. Og bara takk hérlega fyrir að koma Þórdís og Linda og gangi ykkur vel. Takk fyrir að fá okkur. Takk.